Þú voru að hjálpa mér. Þetta bara svo kallar. Skilja sig. Síðustu eitthvað það? Nei, þú settir mig. En ég ætla að setja hann. Já, góðan dag. Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ég býð bæjarfulltrúa velkomna til 808. fundar bæjarstjórnar. Á þessum fundi þá liggja fyrir 8 fundargerðir staðfestingar. Það eru 2 almenn erindi og síðan 4 fundargerðir til kynningar. Okkur ekkert að vanbúnaði, við skulum bara hefja fundinn og ég opna umræðu fundargerð bæjarráðs númer 1538 og gef orðið laust og bið bæjarfulltrúa gefa mér merki ef þeir óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur óskað eftir að taka til máls og býð ég honum í pontu. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 3 á fundi bæjarráðs 1538 sem tillaga bæjarfulltrúa B-lista varðandi álagningu fasteignagjalda á íbúðar- og atvinnuhúsnæði fyrir árið 2023. Á þessum fundi lögðu bæjarfulltrúar B-lista í Mosfellsbæ fram tillögu að vegna mikilla hækkana á nýútgefnu fasteignamati, álagningar á íbúðar- og atvinnuhúsnæði fyrir 2023 þá yrði það lækkað í næstu áramót til móts við þessa hækkun nema það að hún myndi þurfa að fylgja vísitölu eins og hefur verið gert hér undanfarin allavega 4 ár eða lengur fyrir meirihluta B-lista og Vinstri grænna og það kom fram í bókun frá meirihluta B-, S- og C-lista að í málefnasamningi flokkanna er kveðið að álagningarprósenta fasteignagjalda skuli lækkuð til að koma til móts við þessar hækkanir. Það er mjög ánægjulegt og ekkert nema gott það að segja en þegar að þessi tillaga var lögð fram í bæjarráði á fundi viku á undan og var síðan frestað vegna tímaskort og þá lá ekki fyrir málefnasamningurinn og þess vegna var þetta lagt fram af hendi D-lista og það sem kemur líka fram hér í bókun D-lista að það kemur ekki fram í málefnasamningunum hvernig verði staðið að lækkun á fasteignagjaldinu hvort það bara af íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði þannig að í þessari tillögu kveðið á hvernig það sé lagt til og síðan var þessu vísað til eins og fram kom áðan til fjárhagsáætlunar, ég var ekki búinn að nefna það og sem bara mjög gott mál og eðlilegur farvegur og ég vonast til að þetta hljóti góðan farveg þar vegna þess að eins og við þekkjum að þá hefur fasteignamati sennilega aldrei hækkað eins mikið eins og núna á að gera árið 2023. Það er ofan á tæplega 8% verðbólgu og vaxtahækkanir þannig að þetta kemur verulega við hlutuna hjá heimilum og auðvitað fyrirtækjum líka. Þannig að
Skulum vona að þetta verði samþykkt og við munum fylgja því eftir í fjárhagsáætlun fulltrúa D-lista að það náði fram að ganga ef að meirihluti samþykki það. Takk fyrir. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir 3. lið fundargerðar bæjarráðs? Svo virðist ekki vera, þá umræðan þann lið lokið. Eru einhver önnur mál á dagskrá þessa fundar sem bæjarfulltrúar óska eftir að taka til máls Forseti hinkrar örsku stund meðan að bæjarfulltrúar gaumgæfa fundargerðina. Svo virðist ekki vera, þannig að þá umræðu fundargerð 1538. fundar bæjarráðs lokið og ég bið bæjarfulltrúum að gefa merki þess sem samþykkja fundargerðina. Vinsamlegast lyfti upp hönd og það eru 11 hendur á lofti. Þá erum við komin að næsta fundi bæjarráðs. Er það ekki? Jú, 1539 er númerið á þeim fundi og ég gef orðið laust þá fundargerð og bið bæjarfulltrúa að gefa merki eða óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls og býð ég henni í pontu. Daginn, takk fyrir. Mér langaði að koma hérna í pontu til þess að undir máli nr. 25. Opnunartími Sundlaug í Mosfellsbæ. Okkur er það mikil ánægja að geta strax orðið við óskum Mosfellinga að lengja opnunartíma sundlaugana á virkum dögum þar sem að það rúmaðist innan fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar. Þannig að það er bara virkilega gleðilegt að það var fullkomin samstaða þetta í bæjarráði. Það langaði bara að vekja athygli allra bæjarbúa sem á okkur eru að horfa á þessari mjúk og svo verður það sjálfsögðu skoðað að sett inn í vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs að lengja opnunartímanum helgar og vonandi gengur það eftir. Og ég þori nú ekki að lofa einu akkurat núna hvernig því verður háttað. En mér langar bara að vekja athygli á þessu. Takk. Eru fleiri sem vilja óska eftir því að taka til máls undir þessum 5. lið lengingu opnunartíma sundlaugana? Svo virðist ekki vera, þannig að umræðan þann lið er tæmd. Eru einhver önnur mál sem bæjarfulltrúar óska eftir að ræða undir þessari fundargerð? Nú verður forseti bara að viðurkenna að hann sá ekki alveg hvort var undan. Það eru 2 bæjarfulltrúar búnir að óska eftir orðinu. Bæjarfulltrúi Jana, nú verður forseti að biðjast afsökunar, Jana Katrín Knútsdóttir, gjörðu svo vel, ég biðst afsökunar. Og bæjarfulltrúar, ég kemur í allra fyrsta skipti undir máli 7 sem sagt á fundi bæjarráðs sem að haldið við síðustu viku og þetta mál varðar sem sagt tillögu bæjarfulltrúa D-lista varðandi opnun þróunar og nýsköpunarmiðstöðvar í Mosfellsbæ. Tillagan var sem sagt felld á grundvelli þess að það væri verið að stofna nýja nefnd með haustinu sem að væri ætlað að sjá þessi mál og með leyfi forseta ég bara gjarnan vilja lesa bókunina. Já, gjörðu svo vel. Þetta er sem sagt bókun B-C og S-lista. Í málefnasamningi meirihluta B-S og C-lista kemur fram að lögð verði áhersla á nýsköpun í öllu starfi bæjarfélagsins, auk þess sem eina fastanefndum sveitarfélagsins verður frá með haustinu atvinnu- og nýsköpunarnefnd, eins og oddviti B-lista hefur upplýstur Mun nefndin móta atvinnustefnu fyrir bæjarfélagið til framtíðar og fellur fyrirliggjandi tillaga B-lista undir verksvið nýju nefndarinnar og því ekki tímabært að samþykkja tillöguna. Það er ánægjulegt að fulltrúar D-lista deili áhuga meirihlutans á því að styrkja nýsköpun og atvinnuþróun í bæjarfélaginu
og væntum við góðs samstarfs við fulltrúa D-listans í nýrri atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Það sem ég langaði að leggja til, það er að vinnan við þessi vinnuhópur verði samt sem áður settur á laggirnar strax. Hann myndi síðan heyra undir þessa nýju nefnd sem er ætlunin að taka til starfa með haustinu. Ég reikna með að þessi nýja nefnd þurfa að fara í gegnum 2 bæjarstjórnir, gæti orðið töf á því, við vitum ekki nákvæmlega hvenær hann tekur til starfa. Þannig að mér langar að koma með nýja tillögu og okkur á D-listanum það að vinnuhópur færi strax á stað með fulltrúa úr okkar hópum, bæði meirihluta og minnihluta, og sú vinna færi síðan inn í þessa nefnd þegar þar að kemur. Þannig að við værum ekki að tefja málið neitt frekar. Það er engin kostnaður sem fylgir, svo ég heldur bara það að við myndum nýta tímann. Takk fyrir. Sævar Birgisson, bæjarfulltrúi Sævar, hefur óskað eftir að taka til máls undir sama lið. Forseti. Ég verð bara að byrja á að ég fagna þessari tillögu frá D-listanum að sjálfsögða, því að við náttúrulega klárlega viljum ýta undir nýsköpun og þróun og að þetta verði lyftistöng fyrir atvinnulífið í bæjarfélaginu, vissulega. Hugmyndin með því að setja á laggirnar þessa nefnd, eða breyta þessari nefnd, þannig að hún heiti atvinnu- og nýsköpunarnefnd, var fyrst og fremst að þessi mál fengju ákveðin farveg. Þannig að það var hægt að koma öllum málum sem tengdist þessu til þessar nefndar til frekar úrvinnslu. Það sem að þetta mál er klárlega beintengt verkefni þessar nefndar, þá var ég kannski eðlilegast vegna þess að þessi nefnd er stefnumótandi og mun vinna verkefni á borð við þetta til framtíðar. Að upphafi væri að málið er lagt fyrir þessi nefnd og tekið það, en þetta er klárlega verkefni sem að við sjáum alveg fram á að hægt sé að vinna í sameiningu og það væri þá mögulegt að taka þá umræðu setjandi. Þannig að ég segi, ég fagna tillögunni og eitthvað sem að klárlega eitthvað sem verður að skoða, en við viljum bara að nefndirnar fái aukið vægi. Það var svona megin markmiði hjá okkur í meirihlutanum og þetta er svona hluti af því að verkefnaborðið þetta færi þá fyrst inn á borð til nefndarinnar til frekar úrvinnslu. Takk. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Ég kem upp undir þessu sama máli. Þessi tillaga sjálfstæðismanna felur í sér að opna miðstöð og ekki bara vinnuhóp, heldur bara vinnuhópurinn á að vinna að undirbúningi á opnun miðstöðar. Það hefur ekki verið tekin einn ákvörðun að opna miðstöð, þróunar og nýsköpunar miðstöð, og er það eitthvað sem að yrði alltaf unnið inn í atvinnu- og nýsköpunarnefnd og metið hvort sem hluta bara af, myndi ég telja, atvinnustefnu bæjarins, hvort það sé eitthvað sem við viljum gera. Þannig að þar af leiðandi tel ég ekki vera ástæðu til þess að fara í þessa vinnu núna. Mér finnst þetta klárlega eftir sem áður vera verkefni sem fellur undir nýja nefnd. En ég get líka upplýst bæjarfulltrúa það að það stendur til að fara í þá vinnu strax að undirbúa breytingu á nefndunum, þannig að þær taki til starfa sem allra fyrst eftir sumarleyfi. Þannig að tafirnar ættu nú ekkert að verða neitt óskaplega. En það er mikilvægt að vinna hlutina í réttri röð og mér persónulega finnst ankannlegt að byrja á því að taka ákvörðun einhverja miðstöðvar áður en við erum bara hreinlega búin að byggja atvinnustefnu fyrir bæinn sem er það sem við viljum gera. Takk fyrir. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir því að taka til máls undir þessum lið 7?
Ásgeir, bæjarfulltrúi Ásgeir Hreinsson, já, gjörðu svo vel. Já, ég var bara veltum við voru ekki að fara undan, það er svo mikið ásókn í pontina núna. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Það mjög ánægjulegt að fólki lítist vel á tillöguna. Það er alveg rétt að það ekki búið að ákveða hvort að það skuli stofna eða opna nýsköpunar- og þróunarmiðstöð í Mosfellsbæ. Og það er heldur ekkert sem kemur í veg fyrir það að þó að sé ekki búið að breyta nafninu á nefndinni, að þá eru þetta starfandi innan stjórnsýslunar nefnd sem að geti tekið á þessu máli. Og ég skil það mjög vel að það hefur komið mjög fram hjá meirihlutanum að þau vilja auka vægi nefndana. En það sem við erum að óska eftir og benda á er það sem hefur kannski ekki alveg komið nógu skýrt fram. Að við erum að óska eftir því að það verði hafinn undirbúningur eins og kom fram í bæjarráði og í tillögu fyrir tillögu að skoða það með opnun á svona þróunar- og nýsköpunarmiðstöð. Það er hörkuferli og það eru nokkur sveitarfélög sem er í röð og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur Mosfellinga og okkur bæjarstjórn ef það er alvöru vilji fyrir þessu að þá er ágætt að koma sér í þessa röð sem fyrst vegna þess að þarna eru verulega háar upphæðir að ræða sem er í styrkjum til svona verkefnis. Það þarf að fara að klukka líka þá möguleg fyrirtæki til samstarfs sem reynda var aðeins byrjað á fyrir lok síðasta kjörtímabils og ég held að sé mjög mikilvægt og þess vegna komum við fram með þessa tillögu svona snemma að halda málinu lifandi. Það er enginn að tala með að opna þessa miðstöð á morgun eða strax á næsta ára eða hvað, heldur bara setja í gang vinnuna, undirbúningin, hvað er það sem þarf að viða að sér, hvaða möguleikar í stöðinu varðandi styrki og annars líf, að stilla upp kannski einhverjum grófum kostnaðar áætlunum vegna þess að allt skiptir þetta máli hvað þetta kostar og þetta skoða þá hlutina með mögulegum samstarfsaðilum, með mögulega staðsetning og svo framvegis. Þannig að þetta er bara svo vinna sem myndi fara í gang núna. Við erum að fara í sumarfrí núna bæjarstjórn þangað til meðan ágúst ef ég man rétt, svona nefndarbreytingar þurfa allavega 2 umræður. Þannig að nefndin verður aldrei komið til starfa fyrir kannski, ég veit ekki, september, október. Þannig að ég held að það sé vont að tapa þó þessum tíma með því að kannski setja þetta ekki í gang og það er það sem þetta snýst kannski aðalum. Það er ekkert mál þó að sé komin einhver vinna í gang að vísa þessu svo til þessara nefndar. Þó að hún hafi ekki frumkvæði að því, þá held ég að það sé engin skaði skeður. Mér heyrist líka vera svona nokkuð góður samhljómur þetta. Ég rýndi það sem að fólk var að leggja áherslu á fyrir kosningar og þetta kom fram nokkuð skýrt fannst mér hjá Framsóknarflokknum aðdraganda kosninganna, einhverja svona pælingar. Ég held að þetta sé mikið framfara skref og mjög gott fyrir Mosfellsbæ að svona stofnun, það yrði stofnun svona, hvort sem við köllum hana nýsköpunar- og þróunarmiðstöð eða hvað, að þetta sé mjög jákvætt skref og myndi lyfta virkilega upp bæði þá nýsköpun, atvinnumálum og bara tengingu við skólana og svo framvegis. Þannig að það er líka talað um það í bókun meirihlutans í bæjarráði að eins og komið skýrt fram í málefnasamningnum, það kemur ekkert fram í málefnasamningnum til dæmis að það eigi að fara í eitthvað svona, heldur bara það eigi að vinna heilt yfir í allri vinnu meirihlutans með nýsköpun og annað að leiðarljósi. Það er bara mjög fínt og ekkert gott það að segja, en akkurat einhverja svona pælingar eru hvergi nefndar á nafn í alltaf málefnasamningnum. Þannig að ef ég má fá að lesa með leyfi forseta breytingartillöguna sem er nú ekki mjög mikið breytt eða ef forseti vill lesa hana sem hafa búið að senda núna forseti lesa hana eftir og ber hann yfir atkvæði að þá
erum við þá búin að samt breyta henni þannig að atvinnu og nýsköpunarnefnd myndu hafa umsjón með þessari vinnu eftir að hún hefur verið stofnuð og það er þá hægt að setja þetta í gang. Og ég skora í Framsóknarflokkinn sem nú með fjóra bæjarfulltrúa í þessum meirihluta að skoða þetta með opnum huga vegna þess að þetta sé engin konflikt þetta og það var rætt hér í aðdraganda kosninga að held í öllum oddvitum þessara flokka sem hér sitja að fólk væri á því að reyna að breyta hér um kúrs sem að held ég að hafa nú verið að gerast þátti mikið á sveitarstjórnarstiginu þannig að fólk sé ekki einhverju skotgrafar pólitík og góðar hugmyndir fá ekki framganga því að koma ekki frá réttum aðilum. Ég held að sé akkurat dæmi þetta núna, þetta mál það að sýna það í verki vegna þess að við erum ekki að fara fram á einhver fjárútlát, við erum bara að fara fram á að við séum með í hjólinu það að halda þessari vinnu við og við getum þá mögulega stytt leiðina í það að það verið tekin ákvörðun hversu stórt eða mikið eða hvað þetta heitir eða hvenar þetta getur að vera veruleika. Þannig að ég skora á auðvitað bara allan meirihlutann að athuga hvort að þessi tillaga getur ekki fengið framgang og það er ekkert því til fyrirstöðu að hún get ekki farið svo inn í þessa ágætu nefnd þegar hún verður stofnuð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sævar Birgisson hefur óskað eftir að taka til máls. Það var nú þannig að Framsókn var ekki beint með það á sinni stefnuskrá að opna nýsköpunarmiðstöð eða opna miðstöð því tengdu þannig að þetta ekki eitthvað sem var á döfinni hjá Framsókn beint en aftur á móti erum við að ýta undir að það verði þróun og nýsköpun í hvaða mynd það verður náttúrulega eitthvað sem það þarf að vinna úr og það er ekki alveg tímabært finnst okkur að setja vinnuhóp af stað einungis fyrir þetta verkefni vegna þess að það verður í rauninni vinnuhópur í tengslu við stofnun þessara nefndar sem mun taka þessi mál fyrir og þá það að okkar mati eðlilegra að minnihlutinn myndi þá á einhverju stigi máls koma að þeirri vinnu og þá væri hægt að ræða mál á borð við stofnun nýsköpunarmiðstöðvar og fleira í þeim dúr og náttúrulega við horfum á þetta í stóra samhenginu. Þannig að okkur þykir það eðlilegri vinnubrögð og svona í takti við það sem að meirihlutinn sér fyrir sér í þessum málum. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls sem þennan 7. lið? Bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir óska eftir orðinu og í þenni pontu. Takk fyrir. Bara örstutt að ég ætla bara að taka undir það sem að bæjarfulltrúi Sævar nefndi. Það þá einhver misskilningur í gangi ef að menn standi þeirri trú að Framsókn hafi ætlað að opna nýsköpunarmiðstöð. Við hins vegar tölum mikið nýsköpun og þróun og eflingu atvinnulífs í okkar kosningabaráttu. Og eins og hann hefur líka nefnt að Sævar þá getur það verið í margar birtingamyndir á því og við teljum bara mikilvægt að byrja svolítið á byrjuninni og horfa svolítið breytt á málið ef að niðurstaðan verður sú að það sé skynsamlegt og í talningum að ef við fáum til þessi ríkisstyrki að stofna slíka miðstöð þá það bara hið besta mál. Og ég held að það sem mikilvægt að vinna við undirbúning þessara nefndar hefjist strax og hún mun gera það og á einhverjum tímapunkti verður öllum boðið að því boði. Þannig að bara einmitt í krafti þeirra samvinnu sem við viljum standa fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri bæjarfulltrúar? Já, Ásgeir Sveinsson óskar eftir að fá orðið og gjörðu svo vel Ásgeir. Bæjarfulltrúi Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta Sævar
bæjarfulltrúi og Aldís bæjarfulltrúi. Þetta bara fínt að heyra þessi sjónarmið og ykkar hlið á þessu. Það bara ekkert af því og ég skil alveg pælinguna með heildina á það, en ég vona að þið hafi líka verið að hlusta á hvað sem ég var að segja varðandi að mögulega að taka þetta út fyrir sviga upp á það að halda málinu lifandi, og það ekki til betri leið að mínu mati en að efla atvinnu og nýsköpun í Mosfellsbæ heldur en með stofnun svona batterís, hvort sem að hún heitir akkurat þróunar og nýsköpunarmiðstöð eða hvað. Ég kynnti mér þetta á síðasta kjörtímabili í nokkrum bæjarfélögum. Þetta ólík verkefnin, hvernig unnin, stærðagráðan á svona batteríum innan hvers sveitarfélags, en þessi tillaga mjög góð og ef að hún hlýtur ekki brautargengi hér í sérstaklega atkvæðagreiðslu eftir þá það bara þannig, en við munum þá allavega fulltrúar D-lista í nýju nefndinni þegar hún kemur saman, þá bara tökum við okkur það bestanlega að flytja hana aftur og vonandi verður þá komið réttu tímapunktur til þess að sjá hvort það þá rétti tíminn til þess að hún fái brautargengi. Vegna þess að eitt að tala atvinnu og nýsköpunarmál, en þarna ertu komin með vettvang til þess að halda utan svoleiðis í víðu samhengi. Og það nefnilega mjög mikilvægt að gera það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ásgeir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls undir þessu sama lið, ekki satt? Jú. Kæri forseti og aðrir hér í bæjarstjórn. Mér finnst það bara góðar umræður og gott input inn fyrir okkur varðandi atvinnu og nýsköpun og þróunarmál. En ég spyr samt hv. Ásgeir bæjarfulltrúa, þar sem þetta svona mikilvægt og gott að hafa þessa miðstöð og annað, af hverju ekki búið að stofna þennan hóp fyrir löngu síðastliðin 4 árum? Ég bara langaði svona að forvitnast það. Eins og bæjarfulltrúi að vita þá getur hver bæjarfulltrúi tekið til máls tvisvar nema óskað sér eftir hans beint sér til hans spurningu, og þá ræður bæjarfulltrúin hvort hann komi í pontu og svari, en hér var beint spurningu til bæjarfulltrúa Ásgeir Sveinssonar og ég vil gefa hann tækifæri til þess að koma og svara henni. Takk fyrir frá. Takk fyrir það, forseti. Halla Karen, bæjarfulltrúi, af hverju ekki löngu búið að þessu? Það kannski góð spurning. Ég fór að kynna mér þessa hluti á mínu fyrsta kjörtímabili þegar það var svona rúmlega hálfnað og setti mig nokkuð djúpt inn í það og síðan fórum við að ræða þessi mál innan okkar hóps sem vorum hér í meirhluta síðast. Málið var bara ekki komið lengra á spöl heldur en það að við ákvaðum að bíða með þetta, en ég samt getur upplýst það að það var búið að ræða við fyrirtæki bæði hér í Mosfellsbæ og utan Mosfellsbæjar og búið að kynna sér hvernig þetta stendur með ríkisstyrkina. Við vorum búin að heimsækja þróunar og nýsköpunarmiðstöðvar og eiga samtal við það sem þær reka, þannig að því miður þá er þetta ekki komið lengra. Þess vegna finnst mér þetta algjörlega frábært verkefni og akkurat passa fyrir Mosfellsbæ sem okkur finnst vanta svo mikið af meira atvinnutækifærum og nýsköpun sem myndi halda vel utan um þetta, og þess vegna mun ég leggja mig í líma við það og ég vildi að þetta væri komið á koppinn, sérstaklega að því að það er bara mjög nauðsynlegt og virkilega skemmtilegt og spennandi, en ég mun þá leggja mig í líma við það að þetta tefjist ekki ennþá frekar og við reynum að koma svo koppinn eins fljótt og hægt ef að meirihlutin er á því yfir. Takk fyrir. Þá þakkum Ásgeiri Sveinssyni fyrir svarið í spurningu sem til hans var beint og forseti spyr aftur, eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Svo virðist ekki vera, það liggur fyrir tillaga undir þessu máli sem forseti mun nú lesa og bera upp til að atkvæða. Og tillagan frá bæjarfulltrúum D-lista hljóðar svona: lagt til að stofnaður verði vinnuhópur innan stjórnsýslu Mosfellsbæjar með starfsmönnum og einum fulltrúa úr meirihluta og einum úr minnihluta sem hefði það verkefni að vinna þá undirbúningsvinnu sem þarf til þess að koma á stofn nýsköpunar og þróunarsetri í Mosfellsbæ.
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd myndi svo hafa umsjón með þessari vinnu eftir að hún hefur verið stofnuð. Þannig hljóðar þessi tillaga og nú leita ég ber ég hana upp til atkvæða og hverjir samþykkja tillöguna eins og ég las hana upp, vinsælast gefa mér merki. Það eru 5 atkvæði sem með tillögunni eru einhverjir á móti. Það eru 6 atkvæði, þannig að tillagan er felld með 6 atkvæðum gegn 5. Þá hefur við lokið umfjöllun 7. mál en fundargerðin er ennþá opin og forseti spyr hvort það séu einhver önnur mál í fundargerð þessa fundar bæjarráðs sem bæjarfulltrúar óska eftir að taka til umræðu. Svo virðist ekki vera, þannig að þá tökum við til við að greiða atkvæði fundargerð bæjarráðs númer 1539. Þeir bæjarfulltrúar sem að staðfesta þessa fundargerð vinsælast gefi merki. Sem staðfesta. Já, fyrir utan þetta mál sem við erum að. Það var greitt atkvæði bara tillöguna, ekki afgreiðslu nefndarinnar. Þannig að núna erum við að greiða atkvæði öll málin. Það er sérstaklega fært til bókar með tillöguna. Já, það kemur fram sérstaklega það. Það er bókað sérstaklega í fundargerð. Þannig að við skulum endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð vinsælast gefa merki og ég sé 11 hendur á lofti og þá erum við búin að afgreiða þessa fundargerð bæjarráðs og þá snúum við okkur að fyrstu fagnefndinni sem er á dagskrá hjá okkur í dag og það er fræðslunefnd og fyrir okkur liggur að staðfesta fundargerð 407. fundar fræðslunefndar sem að hvenær var hann nú haldinn? Það skreppur allt til á skjánum hjá mér hérna. Nei, það var kerfi búið að henda mér út. En ég opna umræðu fræðslunefnd og einhverjir bæjarfulltrúar vilja taka til máls þau mál sem að þá liði sem voru á dagskrá fræðslunefndar en það voru 7 mál á dagskrá. Já, fundurinn var haldinn 14. júlí og ég sé hönd á lofti og það er bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir, formaður fræðslunefndar sem óskar eftir að taka til máls. Ég veit ég lofta minna hérna. Takk fyrir forseti. Ég ætla að taka til máls undir lið 3.1. Fundargerð fræðslunefndar. Þar sem að nefndin fékk kynningu á stöðu framkvæmda í Kvíslaskóla á þessum fundi frá fulltrúum umhverfissviðs. Og mér langar bara að vekja athygli á því að nefndin tiltók sérstaka áherslu á upplýsingagjöf í þessu máli af því að málið varðar mjög marga. Það varðar foreldra, nemendur, kennara og annað starfsfólk skólans sem fylgist væntanlega vel með þróun mála. Og það er bara mjög mikilvægt að upplýsingar berist þessum hópi og þessum hópum með reglulegum og skilvirkum hætti og ekki komið til óvissu þegar nær dregur skólasetningu í ágúst. Þetta er mjög stórt verkefni, bæði kostnaðarlega séð og öllu öðru leyti í rauninni. Heill skólasamfélag hans þar undir og þetta er þannig verkefni að það getur þróast með ýmsum hætti, það getur þróast þannig að allt fari betur en á horfist í vor en líka í hinn áttina og þess vegna þurfa bæjaryfirvöld að vera við öllu búin. Við þurfum að vona það besta og vera viðbúininu versta og trúveruleiki við grundvelli fyrir uppbyggilegum samskiptum og þess vegna gagnsæju upplýsingagjöf lykilatriði á næstu vikum í þessu máli sem varðar Kvíslaskóla. Ég vildi bara nefna það hér. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Já, bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Dagný. Já, takk fyrir. Ég ætla bara að taka undir með Aldísi að það skiptir gífurlega miklu máli að það sé staðið vel á þessu og það sé engin vafi í ágúst af því hvað verið að gera. Það sé ekki verið að fara með nemendur og starfsfólkinu í húsnæði sem að einhver vafi leikur á eða einhver óvissa er. Þegar það var bara að koma baki okkur. Takk.
Bæjarfulltrúi Dagný hefur lokið máli sínu. Er einhver aðri sem vilja tjá sig það fyrsta mál á dagskrá? Svo virðist ekki vera og það telst umræðan þann lið lokið. En það voru fleiri mál á dagskrá fræðslunemndar. Eru einhverju bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir einhverjum öðrum lið í fundargerðinni? Já, bæjarfulltrúi Rúnar Bragason. Óska eftir Rúnar Bragi Guðlaugsson. Afsakað með Rúnar. Takk forseti. Kannski förum við yfir þetta eftir fundinn. Bæjarfulltrúar, ég ætla að koma hér undir fundargerðinni nr. 2, lesfimi mælingar 2021-2022. Mér langaði bara að spyrja formann nefndarinnar. Hérna eru greinargóðar skjöl varðandi alla skóla í Mosfellsbæ, varðandi lesfimi og ágætis svo sem upplýsing. Mér langaði bara kannski að fá, af því að það er greinargóð kynning, kannski fá svona smá bara svona upplýsingar frá formannum hvernig umræðunum fundunum, hvernig eru skólarnir okkar bara svona almennt með svo sem þessi gögn. Erum við á góðri leið eða sem sagt hvernig var andinn á fundunum varðandi kynningarnar og við bara á góðri leið með skólann. Ég sá að það var, samkvæmt þessu var kannski einn skóli svona kannski undir meðaltali á landsvísu en já, bara hvernig var umræðan af því að kynningin svo sem er ekki annað en glærurnar hér. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson. Bæjarfulltrúinn varpaði fram spurningum til formanns fræðslunefndar og ég býð formann fræðslunefndar velkomin í pontu til þess að svara þeim spurningum eða Þakka bæjarfulltrúi Rúnari Bragi kærlega fyrir spurningunni. Gaman að geta komið aftur upp og fjalla nákvæmlega þetta mál. Það komu allir skólastjórar og fylgdu eftir niðurstöðum í sínum skólum á þessum fundi og andinn á fundinum var mjög góður. Þetta voru stjórnendur sem voru að hitta nýja nefnd í fyrsta sinn og það var svona mjög gagnlegt fyrir bæði nýjan formann og bara nýtt nefndarfólk að hitta þessa lykilstjórnendur sveitarfélagsins. Varðandi niðurstöðurnar að þá þarf kannski að þær nefndu þegar voru niðurstöður sem að stungu eitthvað í augu að það væri ákveðin árgangur sem að var mögulega með marga undir viðmiðum. Við tökum það bara sem dæmi. Það eins og við vitum að þá eru náttúrulega margvíslegar áskoranir í skólunum og þetta eru bara allskyns einstaklingar sem eru mældir þarna og í skólanum hjá okkur eru allir, það taka allir prófið, ekki bara sumir og það eru þetta áhrif á niðurstöðurnar þegar við erum að bera okkur saman við aðra skóla sem að mögulega prófa ekki alla. Og ég vil bara líka nota þetta tækifæri til þess að draga það fram að þetta eru þetta bara einn mælikvarði og þarna er fyrst og fremst verið að mæla leshraða, ekki lesskilning og það eru þetta eins og margir vita sem hafa kynnt sér þessi mála. Þú getur verið hraðlæs en með lítinn lesskilning og svo getur verið hæglæs og þú getur verið með mikinn lesskilning. Þannig að það má alveg velta fyrir sér hvort að þessi mælikvarði sé betri en annar og hvort að hreinlega það sé ástæða til að draga þennan sérstaka mælikvarða upp og bera fyrir fræðslunefnd. Ég bara mjög hugsi yfir því og myndi mögulega vilja sjá hvernig okkur gengur að öðru leyti. Þetta er svona kannski ekki mælikvarði sem að mér finnst mikilvægt að taka upp á þessum vettvangi svona einan og sér án samhengis við nokkuð annað. Þannig að og það eru líka bara meðal skólafólks miklar vangaveltur það hvernig þessi viðmið eru til komin, hvort að þau séu rétt
og hvort að þetta sé það sem að við viljum svona draga fram og minna það að samræmd próf hafa nú verið afnumin tímabundið að held ég og en auðvitað er mjög mikilvægt að hafa einhverja mælikvarða til þess að vita hvort að skólarnir okkar séu að standa sig vel eða ekki. En það er líka annar mælikvarði sem er ekki síður mikilvægur og það er líka bara líðan og heilsa barna og ég myndi miklu frekar vilja sjá hvernig börnunum okkar líður í skólanum til dæmis. Þannig að þetta en því þú spyrir andan á fundinum, hann var bara mjög góður, þetta var bara ágætis spjall sem að nefndin átti við stjórnendur og ég er alveg viss að þetta var bara svona gott upphaf á okkar samstarfi. Bæjarfulltrúi Aldís hefur lokið máli sínu. Er einhverjir aðrir sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið, lesfimumælinga 2021-2022? Svo virðist ekki vera, þannig að þá sá liður útræddur á þessum fundi. En enn standa eftir nokkuð mál sem voru tekið til umræðu í fræðslunefnd ef að ég vil gefa bæjarfulltrúum nokkrar sekundur til þess að skoða þau og ef þeir hafa áhuga að koma í pontu. Svo virðist ekki vera. Þá er tæmt umræðan um 407. fund fræðslunefndar og nú bið ég bæjarfulltrúa að gefa mér merki og það hvort þeir vilja ekki staðfesta þessa fundargerð. Þeir sem vilja staðfesta hana, gefa merki og það eru 11 hendur á lofti. Þannig að þá erum við búin að afgreiða hana frá okkur og þá er það næsta nefnd. Nú nefndirnar allar að hver af annar að hefja störf og núna liggur fyrir hjá okkur að taka umræðu fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar og það er 257. fundur og sá fundur var haldinn daginn fyrir þjóðhátíðardaginn 16. júní síðastliðinn og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir hefur óskað eftir orðinu og ég býð henni í pontu. Forseti og aðrir í bæjarstjórn. Ég er nú bara komið hér upp til þess að mig langar bara að vekja athygli og hrósa þessu frábæra framtaki. Ég var hérna niður á Hlégarðstúni áðan og það er hérna undir 4.3 eða leikjavagn UMSK. Ég vil bara minna bæjarbúa og okkur á þetta frábæra framtak hjá UMSK. Þeir eru núna sem sagt að kynna í öllum sveitarfélögum eða sveitarfélögum sem til eru undir þeim og þeir eru í fyrsta sveitarfélögum núna og það eru við í Mosfellsbæ. Búin að vera hérna 24., 27., 7., 27., 8. og 9. og það var alveg virkilega gaman að sjá iðandi líf hérna á Hlégarðstúni og kannski svona bara minna á það að þessi leikjavagn með alveg fullt af íþróttadóti er hérna fyrir okkur bara, fyrir íþrótt- og tómstundafélög, fyrir hérna foreldrafélög að kostnaðarlausu. Þannig að þegar það er búið að kynna þetta í sumar þá getum við farið að panta vagnin og ég veit að það er búið að panta nú þegar fyrir bæjarhátíðina. Þannig að við getum leikið okkur saman þar. En þetta er alveg, já, bara virkilega flott verkefni og ég heyrði það að hvíslaði einhver að mér að þetta væri tilefni 100 ára afmæli UMSK sem þetta hefði verið framkvæmt. En ég vil bara hrósa þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Karen hefur lokið máli sínu og forseta finnst nú alveg tilefni til að skoða þennan leikjavagn bara okkur í samkomu bæjarstjórnar Mosfellsbæjar utan bæjarstjórnarfunda. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur óskað eftir orðinu og boðið velkomin í pontu. Takk fyrir það, forseti. Halla Karen bæjarfulltrúi svaraði kannski spurningunum sem ég ætlaði að koma með en kannski bara fyrir okkur hér það sem að hérna liggur fyrir í þessu varðandi niðurstöðuna á fundinum að með leyfi forseta íþrótt- og tómstundar lýsi yfir ánægð með verkefnið
og leggur til að athuga verði með að leikjavagnin verði fengið til í Mosfellsbæ á Bæjarhaldinu. Það sem ég ætlaði að koma upp varðandi þetta í raun og kannski það kannski skýrir sig ekki nógu vel í niðurstöðunni þegar það kemur svona tillaga inn í nefndinni að þegar að hvernig hún verður afgreidd og hver tekur við henni. Það sem sagt í raun og veru segir það ekkert hér en svo heyri ég það bara núna hjá Öllu Karen að það búið að panta vagnin á Bæjarhaldinu sem bara frábært. En hver hefði átt að taka verkefnið áfram eftir þessa bókun? Það svona kannski það sem ég ætla að og fyrir okkur bara svona inn í framtíðina að tala um. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi hefur lokið máli sínu. Forseti vill nefna það að það eru náttúrulega starfsmaður nefndarinnar inni á fundi og verkefni þess starfsmanns alltaf að koma í farveg þeim ákvörðunum sem teknar við á fundum. En ég hins vegar tek undir með bæjarfulltrúa Rúnari Bragi að þessi bókun hefði kannski mátt vera aðeins nákvæmari. Forseti tekur undir það. En ég óttast ekki að þetta týnist vegna þess að það starfsmaður inn á fundinu sem að passar upp á þessa hluti. Einhverju fleiri bæjarfulltrúar sem óska því að taka til máls leikjavagn UMSK? Svo virðist ekki vera. Það voru 2 önnur mál á dagskrá þessa fundar. Óska einhverjir, já, hér komin hönd á loft, það bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson sem óskar eftir að taka til máls. Þá væntanlega undir máli 1 eða 2. Já, takk fyrir forseti. Mér langaði bara að taka undir varandi 4.1. Fjölskyldutímar í Mosfellsbæ, kynning á verkefnum fjölskyldutímar í Mosfellsbæ. Á fundinn kom Ólafur Snorri, íþróttakennari sem einn af kennurum í fjölskyldutímanum. Og upplýsti nefndina hvernig starfið hefur stækkað og það frá því 2015 og það var skemmtilegt að segja frá því að á fundinum voru ásamt formanni 2 eldri formenn þessara nefndar, þar á meðal Ólafur Snorri sem var einmitt formaður þessara nefndar á sínum tíma þegar þetta kom upp, eða var að formaður á þeim tíma, en ég ætla bara að segja hér áfram, kannski eins og stendur hér, það bara mjög mikil ánægja með þetta í Mosfellsbæ. Þetta vel sótt og þetta mjög vinsælt og spurningin kom líka hvort allir nýttu sér að fara í sund á þessu loknu, ekki endilega allir en einhverjir gera það. Þannig að þetta bara frábært framtak og ég held að á umræðarfundunum þannig að hvort að það yrði ekki stækkaður salurinn. Og það bara ástandi að svo verði, þannig að þetta bara frábært framtak og gott að íbúar bæjarins noti það. Takk fyrir þetta, Rúnar. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristinsdóttir óskar eftir að taka til máls undir sama máli væntanlega. Já, forseti og aðrir í bæjarstjórn. Ég ætla bara að taka undir með Rúnari. Ég verð bara að lýsa gríðarlegri ánægju, ég fór að skoða þetta því að nú ég ekki lengur lítil börn, maður getur svo sem fengið að leika sér sjálfur þarna því að það allt til alls og þetta bara algjörlega til fyrirmyndar þessir fjölskyldutímar og hvað þeir eru búin að vera í síðan 2015 og ég held að það sé bara enn meiri aukning og maður heyrir gríðarlega ánægju og þetta svona í anda Mosfellsbæjar, heilsueflandi samfélag fyrir alla að kostnaðarlausu og gríðarlegt forvarnastarf sem verið að vinna þarna og gleði og glaumur. Þannig að þegar við fórum þarna rétt fyrir kosningarnar að það bara sá maður gleðina skína úr augum barnanna sem og foreldra því að það ekki síður mikilvægt fyrir börnin að leika sér með foreldrum og það gleymist stundum. En þarna alveg kjörinn vettvangur. Þannig að bara frábært framtak. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson óskar eftir að taka til máls öðru sinni undir þessum lið. Forseti, ég ætla kannski bara að fá að bæta við talandi foreldra og börnin, þetta auðvitað fjölskyldutímar. Þetta ekki tímar fyrir foreldra að senda börnin sín í leikfimi, það aðri tímar í það. Þetta fyrir fjölskylduna að leika saman. Þannig að þetta af því að
þetta sem sagt hugsað til þess og það er það sem svo skemmtilegt við. Og bæjarfulltrúi Sævar Bragason óska eftir orðinu. Birgisson. Forseti var svo mikið að hugsa bara hvernig yrði ef að bæjarstjórn mætti í fjölskyldutíma. Það var skemmtilegt, en afsakið, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Sem tíður notandi þessara tíma og farið þarna reglulega með mín börn, þá vil ég svona undirstrika það einmitt það sem að kemur fundargerðinni varðandi þessa stækkun, að fá bæði rýmin í þessum sal það veitir alls ekki af því. Það er það mikil notkun og það margir sem nýta sér þetta, þannig að við erum klárlega að koma því í góðan farveg og vonandi að það geti bara orðið að veruleik þegar þetta fer af stað í haust. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið fjölskyldutíma í Mosfellsbæ? Svo virðist ekki vera, þá er eitt mál opið ennþá til umræðu. Og það er sundlaugarnar, við erum nú þegar fyrr á þessum fundi undir annarri fundargerð búin að fara yfir það mál. Þannig ég held við séum bara tilbúin að greiða atkvæði. Þannig að forseti spyr, þeir eru staðfesta þessa fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 256. Það eru 11 hendur á lofti. Þannig að þá erum við búin að afgreiða hana. Og þá snúum við okkur að næstu nefnd og það er fjölskyldunefnd sem fundaði þann 21. júní og hérna sinn 321. fund og ég opna mælendaskrá undir þeirri fundagerð og hingra smá stund meðan bæjarfulltrúar eru að renna yfir fundargerðina. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur óskað eftir að taka til máls undir þessari fundargerð, brýtur í sinn. Forseti, það nættir að draga fundin eitt á langinn, sko. En ég kem hér undir fjölskyldunefnd 3.2 fundin 321. Ég er búinn að gera það svona nokkurn veginn síðan 4 ára en að koma hér undir lykiltölur. Og hérna eru lykiltölur á fjölskyldusviði Mosfellsbæjar sem er verið að fara hér yfir. Hér er verið að fara yfir svokallar 3 mánaða tölur. Ég ætla svona aðeins kannski bara fyrir nýja meðlimi í bæjarstjórn. Hér er verið að fara yfir þetta komandi yfirleitt aðeins öðru sig. Hér eru 3 mánuðir. Má ég aðeins fyrirgefa bæjarfulltrúi bara til þess að skýra fyrir fundamönnum og þeim sem á hlýða að liðurinn heitir þjónusta fjölskyldusviðs og er fyrsti liður á dagskrá. Þar undir eru lykiltölur. Já. Bara til að skýra aðeins takk. Það fyrir ekki málefni númer 5.1. Já. Já, lykiltölur fjölskyldusviðs þarna er verið að fara yfir raun og veru og búið að gera síðan í COVID, getur sagt. Og þarna er í raun og veru, ég ætla ekki að fara í sérstakann lið endilega. Þarna er verið að sýna bara sem sagt tölur, þjónustutölur og svo framvegis munur og milli ára. Þannig er búið að setja prósentutölur, þetta er 3 mánaða tölur en vanalega að fá þetta síðan vantanlega eftir fjölskyldunefnd á næsta fundi, þar sem ég er ekki í fjölskyldunefnd lengur, að þá verður þetta vantanlega mánuð fyrir mánuð. Annað vildi ég ekki segja. Rúnar Bragi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir fyrsta máli á dagskrá fjölskyldunefndar, þjónusta fjölskyldusviðs. Þar var að ræða kynning á skipulagi og þeirri þjónustu sem sviðið veitir. Svo virðist ekki vera, það er ennþá opin mælendaskrá. Það er ennþá opin mælendaskrá í öðrum málum á fundunum. Eru einhverju bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir einhverju öðru máli? Svo virðist ekki vera, þannig að þá göngum við til atkvæða
og ég bið bæjarfulltrúa að gefa til kynna með handauppbyrningu hvort þið staðfist ekki þessa fundargerð fjölskyldu nefndar og hún staðfest með 11 atkvæðum. Og þá erum við komin að umhverfisnefnd, að 17. mál á dagskrá okkar fundar, umhverfisnefnd, og það fundur númer 228, fundur umhverfisnefnd á 228. fundur og hann var haldinn 23. júní og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Örvar Jóhannsson hefur óskað eftir að taka til máls og ég býð hann velkominn í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mikill heiður að fá að koma hér upp, sérstaklega í fyrsta skipti og mikill heiður að fá að starfa næstu 4 árin hérna í þessum sal. Ég kem hér upp undir lið númer 2 í þessari fundargerð, 6.2 í fundabúðinu, Blikastaðaland deiliskipulag. Ég vil bara vekja sérstaka athygli á að hérna bara áliti afgreiðslu umhverfisnefndar þar sem við fögnuðum þessari skipulagstillögu að þar væri horft til uppbyggingar út frá hugmyndafræði vistvæns skipulags þar sem að gert væri ráð fyrir brennvotnun svæðisins og svona bættum við þar sem við vitnuðum í skilmálana að þar sem að talaði að hvetja þróunaraðila, við bættum í raun við þróunar- og byggingaraðila að þessir aðilar yrðu hvattir til að kynna sér kosti brem eða annarra vottunarkerfa við uppbygging á svæðinu og það voru allir í nefndinni sammála það að þetta væri mikið svona jákvætt skref og ætti að koma Mosfellsbæ vel inn á kortið sem kosti í atvinnuuppbyggingu þar sem horft sérstaklega til umhverfisvænna þátta. Og nú bara mikilvægt að við stöndum við þessa skilmála og þó að mögulega nýting landsins breytist að einhverju leyti eins og gerist oft í skipulagi þar sem þetta skipulag sem að gildi til framtíðar að það verði ekki fallið frá þessum vottunum þó að mögulegu uppbygging hvað varðar húsnæðiskost og annað breytist. Fleira var það ekki frá mér. Takk. Bæjarfulltrúi Örvar hefur lokið máli sínu lið númer 2. Eru fleiri sem óskar að taka til máls undir þessum lið? Já. Nei. Bæjarfulltrúin dróðu tilbaka. Það ekki aðrir sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið en hér hefur bæjarfulltrúi gefið merkið að bæjarfulltrúi Helga Jónesdóttir og ég býð hana velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar að beina orðum minni til formanns umhverfisnefndar varðandi dagskrárlið 6.3. Þar annars vegar bókað að það taka upp tilnefningu varðandi tré ársins en það vantar frekari skýringu hver tilgangurinn og hvað það á að gera og hver á að tilnefna tré ársins. Mig langar líka að beina spurningu varðandi verklagsreglur umhverfisviðurkenningar. Þegar maður lesa þær yfir þá svona að það sé hægt að meta þetta og það var haft til hliðsjónar. Var eitthvað rætt þessar verklagsreglur og hefur rætt að breyta þeim eða bæta þess? Bara spurningar, takk hérna. Bæjarfulltrúi Örvar Jóhannsson kemur í pontu og svarar spurningum. Bæjarfulltrúi Helgu. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Helgu kærlega fyrir þessar spurningar. Já, ég þegar ég skoða þetta þá sé ég að auðvitað hefði mátt fylgja kannski einhver greinargerð með varðandi tré ársins en málið þannig vaxið að þessi tillaga kom fram
kom frá garðyrkjustjóra Mosfellsbæjar þar sem að hún bara í starfi sínu hefur orðið svona, hefur skoðað plöntur út allan bæ og bæði og séð náttúrulega það sem svona í kringum hana bæði á sem sagt bæjarlóðum og blasir við úr ýmsum áttum og hér og þar og það væri alveg full ástæða að hennar mati að fara að tilnefna tré ársins og gera það kannski að einhverju hefð þar sem að mikill fjöldi virkilega fallegra trjáa væri nú þegar í bænum. Þar sem að auglýsingin var í rauninni bara komin í birtingu þegar fundurinn var bara samkvæmt venju. Þar sem hefur ekki verið tekin eins sérstök ákvörðun það á hverju ári í umhverfisnefnd að birta auglýsingarnar. Þá var í rauninni ákveðið að fara þá leið að þessu sinni að tilnefningarnar kæmu frá garðyrkjustjóra en sami háttur yrði hafður á við val þessa eina trés. Það er að umhverfisnefnd fær tilnefningarnar inn á borð til sín til umsagnar og tekur það í vettvangsferð sinni þegar að aðrar tilnefningar í umhverfisviðurkenningunni verða skoðaðar. Varðandi verklagsreglurnar þá er það í rauninni bara á sama hátt þar sem að auglýsingin var farin í birtingu bara venju samkvæmt þá var í rauninni ekki ráðrúm til að taka reglurnar til skoðunar á þessu sinni en það var í rauninni alveg viljið til þess innan nefndarinnar að bara með haustinu yrðu þessar reglur teknar upp og jafnvel yrði þetta bara sett inn í starfsáætlun nefndarinnar á hverju ári að endurmeta þar sem að slíkar reglur það er bara full ástæða til að hafa þær í stöðugri endurskoðun hvort sem þær standa svo óbreyttar eða ekki. Ég held ég sé búin að svara öllu. Takk. Bæjarfulltrúi Örvar hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo er ekki, en einhvern annan lið fundagerðarinnar? Það virðist ekki vera, þannig að við virðumst vera tilbúin í atkvæðagreiðslu og þá bið ég þá sem staðfesta vilja fundagerð 228. fundar umhverfisnefndar Mosfellsbæjar að gefa merki með lyft upp hönd og það eru 11 hendur á lofti og þá er sú fundagerð staðfest og þá komum við að lýðræðis- og mannréttindanefnd. Lýðræðis- og mannréttindanefnd, þar er að ræða 27. Lýðræðis- og mannréttindanefnd fundaði þann 23. júní og forseti gefur orði laust efni þess fundar og bæjarfulltrúi Sævar Birgisson hefur óskað eftir orðinu og ég býð hann hjartanlega velkomin í pontu. Takk fyrir, forseti. Mér langaði til þess að taka fyrir mál 7.2 jafnréttisstefnu í Mosfellsbæ lýðræðisstefnu í Mosfellsbæ þar sem að þessi nefnd sem sá sem ég stendur er formaður í eins og staðan er í dag þá eins og við vitum mun taka á sig breytta mynd mjög fljótlega en vissulega er þetta gríðarlega mikilvæg mál sem falla þarna undir og málefni lýðræðis- og mannréttindamál eru atriði sem að þurfa klárlega áfram mikið vægi og þarf að leggja áfram áherslu á að þau fái sinn farveg sem að við munum gera. Við meirihlutin höfum haft þetta framalega í okkar forgangsröðun í allri okkar að vinnu, þannig að lýðræðismál eru okkar mjög mikilvæg. Þannig að ég vildi bara undirstrika það að það verður gætt að því að þessi mál muni áfram skipa mjög stóran sess og þá undir annarri nefnd. En klárlega er þetta stefna lýðræðisstefna sem þarf að endurskoða. Komið tíma á það, hún er frá árinu 2011, var þá endurskoðað 2015. Þannig að það er þá verkefni
næstu missera að endurskoða þessa stefnu. Takk fyrir. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið 7.2? Svo virðist ekki vera. Óskar einhver bæjarfulltrúar eftir að taka til máls undir einhverju öðru máli í fundargerð lýðræðis- og mannréttindanefndar? Já. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Ásgeir. Hjartanlega velkomin í pontu, ekki? Já, hjartanlega velkomin í pontu. Takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar að koma upp undir máli nr. 6 í lýðræðis- og mannréttindanefnd. Okkar Mosó 2023. Uppáhaldsverkefni okkar allra hér inni og flestra bæjarbúa held ég. Heimsmet í síðustu þáttöku í okkar Mosó held ég með við höfðatölu. Þetta alltaf jafn spennandi og vonandi heldur áfram að takast jafn vel með þetta verkefni eins og undanfarin ár. Mér langar til þess að spyrja formann nefndarinnar í smá forvitun það vegna þess að það fylgja engin gögn þessu máli. Það heitir bara okkar Mosó 2023 og síðan umræður okkar Mosó 2023. Ef má lesa niðurstöðu fundarins með leyfi forseta. Svo vel. Lýðræðis- og mannréttindanefnd felur forstöðumanni þjónustu og samskiptadeildar að móta tillögur að útfærslu á tímasetningum og okkar Mosó 2023 í ljósi umræðina á fundinum. Útfærslan fjalli meðal annars tímasetningar, umfang og hvort að unnt sé að láta hluta verkefnisins taka sérstaklega til barna. Það bara mjög fínt að þróa þetta verkefni áfram og ef það er að gera ennþá betur þá er það bara til besta mál. En mér langar til þess að spyrja formann nefndarinnar, Sævar Birgisson, þessar umræður sem að fjalla þá útfærsluna, tímasetningarnar og ekki síst hvernig eigi að láta mögulega verkefni taka sérstaklega til barna vegna þess að ef maður tekur svona í gegnum árin nokkur stærstu verkefnin sem að hafa hlotið framgang í þessu, þá það yfirleitt eitthvað sem að einmitt höfða til barna eins og æslabelgirnir og fleira, þannig að sem bara frábært. En ef við getum bara rétt uppfært okkur það sem að engin gögn þetta í fundargerðinu hvað þetta snýst. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ásgeir, bæjarfulltrúi Sævar. Gjörðu svo vel. Kemur til að bregðast í fyrirspurnum. Forseti, takk fyrir fyrirspurnina, bæjarfulltrúi Ásgeir. Já, mögulega hefði þetta mátt verið örlítið nákvæmara, en það fóru fram umræður á þessu fundi varðandi okkar Mosó og að sjálfsögðu erum við öll meðvituð mikilvægi þess verkefnis og eitthvað sem við viljum á nokkurs vafa að halda áfram. Umræðurnar snerust fyrst og fremst að tímasetningu kosningana, hvort að það mætti mögulega færa það eitthvað framar til þess að geta þá dreift verkefnunum sem það framkvæmt betur á fyrra árið og seinna árið, þannig að við séum að ná betur utan það þannig að megin þungin sé ekki alltaf á seinna árinu. Þetta eru 2 ára, alltaf yfir 2 ára tímabil. Þannig að það var kannski svona helsta ástæðan fyrir þessum að þessar umræður fóru af stað. Og svo umfangið þýðir náttúrulega bara fóru umræðar af stað hvað mikið lagt í þetta. Það er náttúrulega tími til umræðu. Fjárhagsáætlun fer af stað. En alltaf að ræða svona mál á fundunum, nefndafundunum. En segi, aðal áherslan var á tímasetningu kosningana og svo komu þessar umræður varðandi börnin, hvort það var þetta taka þetta verkefni og á þess að við séum að breyta því í sjálfu sér, en hvort við náðum að virkja börnin í kosningaþátttökuna, við getum svona fengið smá lýðræðiskynningu og svona efla lýðræði hjá börnunum á sama tíma, þannig að þeirra skoðun, þeirra álit skipti máli. Útfærslu á því, við fólum forstöðumanni þjónustu samskiptadeildar að taka það lengra, en við ræddum það, hvernig var þetta
haga því til dæmis með einhverjum ákveðnum lýðræðisdegi sem að færi fram í skólum þar sem að þetta kosi á milli nokkra hugmynda en eins og segi bara svona alltaf byrjunarstigi og svona meira umræður og hugmynd að vinna en eitthvað sem að geti verið skemmtilegt að synda í framkvæmd með einum öðrum hætti. En eru fleiri bæjarfulltrúar sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Og það virðist enginn alltaf óska eftir að taka til máls undir öðrum liðum og dagskrá þessa fundar, þannig að ég bið bæjarfulltrúum að gefa til kynna hvort þeir staðfesti fundargerð 27. fundar lýðræðis- og mannréttindanefndar með lyfta hendi og það eru 11 hendur á lofti, þannig að fundargerðin telst staðfest og þá erum við komin að síðustu svona heimafagnemndin okkar og það er skipulagsnefnd og það er 568. fundur þeirra nefndar og fundurinn var haldinn 24. júní og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir hefur óskað eftir orðinu og kemur hingað í pontu. Ég kem hingað upp undir máli númer 3 í fundargerð skipulagsnefndar. Þar er innsent erindi frá nemendum 7. bekkjar í Helgafellsskóla og fjallar verkefni sem að nefndurnar hafa verið að vinna í skólanum og heitir Ég hef áhrif. Og þar eru 6 skólasystur að benda á þörf til úrbóta þegar kemur að aðgengismálum fyrir fatlaða í Helgafellshverfi. Og síðastliðinn mánudag voru þessar ungu stúlkur í sjónvarpsfréttum RÚV þar sem sagt var frá þessu verkefni og fjallaði aðgengismál fyrir fatlaða, bæði svona með almennum hætti og líka bara þegar kemur að hverfinu þeirra Helgafellshverfi. Og mér langaði bara svo til þess að vekja athygli á þessu og ég var svo stolt og ánægð með þær þegar ég sá þessa frétt. Það var rosalega flott frétt og þó að hún hafi ekki komið til af góðu að þá fannst mér þetta engu og síður varpa svo jákvæðu ljósi meðal annars á bara það starf sem að fer fram í Helgafellsskóla þar sem að við erum að hvetja þessa krakka til þess að taka þátt í samfélaginu sínu. Og mér fannst bara algjörlega til fyrirmyndar þetta viðtal við þessar hugrökku og flottu stelpur og það bara láti sér heyra með þessum hætti og þegar fólk gerir það og hvort sem það er börn eða fullorðnir að þá ber okkur að hlusta, okkur kjörnum fulltrúunum og þeim sem starfa í stjórnsýslunni ber skylda til þess að hlusta og eins og ein er að orða þetta svo skemmtilega að þeir eru að hlusta meira á það sem krakkar hafa fram að færa. Og ég hef bara séð margar vísbendingar það að það er fullur vilji til þess í þessum hópi bæjarfulltrúa og líka þeirra sem hér starfa. Til dæmis verkefni Barnvænt sveitafélag er eitt merki það. Og aðgengismál eru auðvitað mjög aðkallandi og í nýbyggðu hverfi eins og Helgafellsland þá er bara ekkert annað í boði en að vera til fyrirmyndar í þeim efnum. Það er engin afsökun fyrir neinu öðru. Og ég vildi bara ítreka og vekja athygli á afgreiðslu skipulagsnefndar sem tekur vel í þessar ábendingar frá þeim og hefur falið umhverfissviði að rýna þær enn frekar. Og mér langar líka bara að nota tækifærið að hrósa kennurum í Helgafellsskóla sem hafa verið nemendum að leiði í þessu frábæra verkefni og þar sem að lærdómurinn er svo margvíslegur fyrir þessa ungu múslinga. Bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru einhverjir fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. En það eru nóg að velja áfram í skipulagsnefnd. Og forseti spyr hvort það séu einhver önnur mál sem bæjarfulltrúi vilja ræða sérstaklega sem tekið voru fyrir að fundi skipulagsnefndar. Svo virðist ekki vera, þannig ég forseti biður
biður bæjarfulltrúa að gefa til kynna hvort þið staðfesti þessa fundargerð með því að rétta upp hönd. Og það eru 11 hendur á lofti, þannig að hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá höfum við, bæjarstjórn Mosfellsbæjar, lokið að því að fara yfir þær fundargerðir sem lágu hér fyrir til staðfestingar og núna er komið að almennum erindum og þau eru 2 sem liggja fyrir þessum fundi og forseti þarf aðeins að skoða, og þá er það 9. mál og það ber titilinn kosningi nefndir og ráð og hérna er bæjarstjórn að fara að kjósa 4 aðalmenn og 4 varamenn í öldungaráð. Og eins og bæjarstjórn mann þá höfum við þegar kosið okkar fulltrúa inn í öldungaráði en núna erum að ræða fulltrúa frá félagi aldraðra og heilsugæslunni. Og fyrir fundunum liggja tilnefningar eða tillögur, það var borist tillögur frá FAMOS eða félagi aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni og það er tillögum aðalmenn í öldungaráð, Jónas Sigurðsson, Jóhanna B. Magnúsdóttir og Þorsteinn Birgisson og til vara Margrét J. Ólafsson, Kristbjörg Steingrímsdóttir og Guðrún K. Hafsteinsdóttir. Jafnframt liggur hér fyrir fundinum tillaga frá heilsugæslu Mosfells umdæmis og þar er tillögum aðalmann Jórunni Eddu Hafsteinsdóttur og til vara Sigurlaugu S. Einarsdóttur. Það hafa ekki komið aðrar tillögur fram og skoðast þá þessir aðilar rétt kjörnir fulltrúar í öldungaráði Mosfellsbæjar. Þannig að við erum búin að ákveða þennan lið og þá er það 10, mál númer 10 sem ber titilinn sumarleyfi bæjarstjórnar 2022 og hér liggur fyrir tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar frá 30. júní til og með 16. ágúst 2022 með vísan til 14. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og með síðari breytingum væntanlega, og 8. grein samþykkta stjórn Mosfellsbæjar. Og forseti ætlar að lesa hér bókun, tillögum bókun, hún hljóðar svo: Bæjarstjórn samþykkir með vísan til 14. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011 með seinni breytingum og 8. greinar samþykkta stjórn Mosfellsbæjar að fella niður reglulega fundi í sumarleyfi bæjarstjórnar frá 30. júní til og með 16. ágúst 2022. Fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi er ráðgerður 17. ágúst næstkomandi. Með vísan til 5. greinar 5. málsgreinar 35. greinar sveitarstjórnarlaga með seinni breytingum og 31. greinar samþykkta stjórn Mosfellsbæjar samþykkir bæjarstjórn að veita bæjarráði umboð til fullnaðar afgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur. Og nú ber ég þessa tillögu undir atkvæði fundarins. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu sem ég hef hér lesið, forseti hér lesir, vinsamlegast gefa merki og hún er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Þá erum við, þegar þar komið sögu á þessum bæjarstjórnarfundi að við erum komin að fundargerðum til kynningar og fremst þar er afgreiðslufundur byggingarfulltrúa númer 476 og þó hann sé bara til kynninga þá opna ég mælendaskrá ef einhverju vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera þannig að fundargerðin er lögð fram. Næst er það afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa, það er 59. fundur.
og er einhver sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð? Svo virðist ekki vera og er fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að næstsíðasta mál á dagskrá þessa fundar og það er fundargerð Sorpu BS, það er fundargerð 467. fundar Sorpu sem var nú reyndar haldin á síðasta kjörtímabili, með minnir 29. apríl. Óskar einhver bæjarfulltrúi eftir að taka til máls undir þeirri fundargerð? Svo virðist ekki vera og er fundargerðin lögð fram og þá erum við að nálgast endamark, já. Og síðasta fundargerðin sem við tökum hér til afgreiðslu er fundargerð stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Er 540. fundur þeirra ágætu samtaka og hann fór fram þann 13. júní síðastliðinn og ég opna mælendaskrá þá fundargerð. Engin óskar eftir að taka til máls, þannig að fundargerðin er lögð fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og segi ég fundi slitið klukkan 17:51.